Komið sæl, ég heiti Eyja Margrét Brynjarsdóttir og prófessor í heimspeki og formaður námsbrautar í heimspeki og ég ætla að kynna fyrir ykkur framhaldsnám í siðfræði. Við erum með MA-nám í hagnýtri siðfræði, það 90 eininga námsleið til MA-gráðu og þetta innan námsbrautar í heimspeki, við sagnfræði-heimspekideild á hugvísindasviði. Þetta nám sem felur í sér undirstöðumenntun í siðfræði og færni að greina og rökræða og takast á við hagnýt siðferðileg úrlausnarefni samtímans og nú svo sem að nóg að taka þar. Þetta nám skiptist í 3 kjörsvið sem hægt að velja á milli. Það heilbrigðis- og lífssiðfræði, umhverfis- og náttúrusiðfræði og viðskiptasiðfræði. MA-námið í hagnýtri siðfræði skiptist á 2 ár eða í rauninni 1,5. Á fyrra árinu eru ýmis námskeið sem eru þannig séð öll skyldunámskeið, gagnrýnin hugsun, siðferðileg álitamál samtímans, siðfræði náttúrunnar, viðskiptasiðfræði og svo verkefni á kjörsvið þarna á fyrsta missirinu þar sem nemendur byrja í rauninni að velja sér kjörsvið og byrja að svona undirbúa vinnu við lokaritgerð. Og á vormissirinu svona námskeið í siðfræði, siðfræðikenningum, heilbrigðis- og lífssiðfræði, siðfræði vísinda og rannsókna og svo haldið áfram að undirbúa meistararitgerðina með námskeið sem heitir meistararannsóknir. Og svo á síðara árinu þá 30 eininga meistararitgerð og þannig að námið skiptist í 60 einingar í námskeiðum og 30 í lokaritgerð. Þetta nám opið nemendum sem hafa lokið grunnnámi, BA, BS eða B1 prófi eða öðru sambærilegu háskólaprófi með fyrstu einkunn að lágmarki og þannig að þetta í rauninni opið nemendum með mjög fjölbreyttan bakgrunn og við höfum haft nemendur hjá okkur með alls konar bakgrunn úr heilbrigðisgreinum, raungreinum, viðskiptagreinum, hugvísindum og bara hverju eina og það möguleiki ef nemendur hafa í grunnnámi sínu tekið eitthvað af þeim námskeiðum sem eru skylda í hagnýta siðfræðináminu. Þetta gildir nú kannski aðalega þá nemendur sem eru með grunnnám í heimspeki að baki, hafa þá oft tekið eitthvað af þessum námskeiðum. Það þá möguleiki að semja við okkur að taka önnur námskeið í staðinn þá í samráði við okkur. Nú svo erum við með aðra námsleið, gagnrýnin hugsun og siðfræði, það diplómanám 30 eininga sem felur í sér hagnýta þjálfun í gagnrýninni hugsun og siðfræði og það eru sömu inntökuskilyrðin þar og fyrir MA-nám í hagnýtri siðfræði. Og þetta eru 4 námskeið, það sem sagt ekkert lokaverkefni sem tekið þarna, heldur þetta 4 námskeið sem eru tekin, það á haustmisseri siðferðileg álitamál samtímans og gagnrýnin hugsun og svo vormisseri siðfræði og svo val á milli heilbrigðis- og lífssiðfræði eða siðfræði vísinda og rannsókna. Nú lokaverkefnið í MA-námi í hagnýtri siðfræði, það eins og ég nefndi þá svona byrjað að leggja drög að því í gegnum verkefni á kjörsviði og meistararannsókn, þessi 2 námskeið og viðfangsefni lokaverkefnisins ræðst í rauninni af kjörsviðinu og það í rauninni mest í lokaverkefninu sem kjörsviðið kemur við sögu og þannig að ef kjörsviðið heilbrigðis- og lífssiðfræði þá velja nemendur sér efni sem að tengist heilbrigðisþjónustu eða lífvísindum og velja eitthvað tengt umhverfismálum eða náttúrunni í umhverfis- og náttúrusiðfræði. Í viðskiptasiðfræði valið viðfangsefni tengt rekstri og viðskiptum en svo höfum við nú verið nokkuð sveigjanleg með viðfangsefni þannig að það alveg dæmi að nemendur hafi skrifað lokaverkefni sem að falla kannski ekki beint
beint undir eitt af þessum 3 sviðum. Og já, eins og ég nefndi þá engin lokaritgerð í diplómanáminu. Þetta nám býður upp á svona ýmis tækifæri. Þetta eru náttúrulega mjög mikið nemendur sem koma af einhverjum öðrum sviðum og taka svo MA-próf í hagnýtri siðfræði eða diplómanám í gagnrýninni hugsun og siðfræði til þess að svona styrkja sig faglega og bæta einhverju við sig í starfi sem þau eru nú þegar í og hafa menntað sig fyrir og vikka sjóndeildarhringinn og svona skerpa á einhverju sem í sínu starfi. Og þetta auðvitað nám sem svona gengur út á það að styrkja bæði dómgreind og röklega færni og svona siðferðilega hugsun sem að ætti nú að koma sér vel á ýmsum sviðum. Ef þið viljið meiri upplýsingar þá hægt að nota netspjallið á hi.is, það hægt að spjalla við nemendur námið og það hægt að leita á vefinn hi.is og vef hugvísindasviðs hug.hi.is og svo alltaf hægt að hafa samband við skrifstofu hugvísindasviðs og fá nánari upplýsingar. Og ég vonast bara til að sjá ykkur í haust.